En það er alltaf að tala þetta Ísland hafi verið á annarri hagsveiflu en Evrópa. Já, þetta er mjög góður punktur. Þú kannski sé þessar stóru töflur sem þarna einhvers staðar á miðblaðsíðunum í bókinni. En bókin reyndi að skrifa þannig að allir geta haft gagn af henni. Þá ekki hún uppbyggð alveg hægt og rólega upp, þannig allir sem eiga að vera læsir á ensku geta farið vel í gegnum þetta og lesið bæði rök með og móti sambandinu og svo mynda sína eigin skoðun. Nú þessi tafla er hagsveiflurnar einmitt og það sem er eiginlega niðurstaðan eiginlega merkilegust, hún er sú að fyrir það bil 20, með ég segi meira 30 árum að hagsveiflur í Evrópu voru talsvert út úr samhengi milli allra ríkjanna í Evrópu. Síðan þegar gengið í Evrópusambandið að hagsveiflur ríkjanna verða meira samhangandi. Þegar Ísland gengur í Evrópskt efnahagssvæði þá er það hagsveiflur Íslands líka meira samhangandi heldur en þær eru til dæmis eða voru til dæmis fyrir 30 árum. Og það virðist vera myntbandalag gera hagsveiflurnar einlega alla saman synkroniseraða saman en þegar maður er ekki í myntbandalagi þá verða hagsveiflurnar einlega sitt hvor áttuna. Þannig að myntbandalagi einlega hvorki er með eða móti. Myntbandalagi verður til þess að hjálpa hagsveiflunum þannig að það myndi verða minni þörf fyrir að prenta peninga eða gengisfellingar að maður er í myntbandalaginu en að maður er utan myntbandalagið þá er einmitt að segja að hagsveiflur okkar eru ekki í samræmi en það komast í samræmi við myntbandalagið. Það er alveg skýrt gegnum öll Evrópuríkin. En það er annað sem að menn benda á, það er að Evrópa sé tollabandalag og það lokar á restina af heiminum. Tollar almennt eru mjög lágir. Alþjóðaviðskiptastofnunin hefur gert mikið í almennt til þess að lækka tolla almennt í veröldunni. Flestir tollar inn í Ísland eru á bilinu 0 upp í svona 15% og fyrir stærstan hluta af tollum inn í Evrópusambandið er það svipað. Mikið af vörum er á næstum því 0. Hins vegar það sem mun skera úr við Ísland og það er þetta séríslenska kerfi með vörugjald. Það gæti þurft að endurskoða það. Það er að leggja vörugjald á bíla því þeir eru skráðir. En til dæmis með eins og tökum til dæmis DVD-spilaran sem myndi verða frjáls vara og lagt vörugjald á að ef við kemum með hann í töskunni, það er ekki að rukka með neitt vörugjald því þetta er minn eigin innflutningur. Þannig að það getur þetta endurskoða það. En tollar sem slíkir eru orðnir mjög lítið hluti. Þetta er til dæmis tollar á Íslandi, ég man ekki alveg tölum, þetta er 0,5% af þjóðarframleiðslunni sem eru tekjur ríkisins í tollum. En þetta er svona spurning hvert við beinum viðskiptum okkur, hvort það er verið að loka á. Og þetta er sérstaklega áberandi þess að þú segir þetta eins og alla þessar fríverslunarsamninga. Ísland er aðili að EFTA, fríverslunarsamtökum Evrópu og það er verið að gera alls konar tvíhliða fríverslunarsamninga hér og þar. Ef eitt ríki með fríverslunarsamning við Ísland og annað ríki er með fríverslunarsamning við Ísland líka. Nú þessi tvö ríki eru ekki með fríverslunarsamning sín á milli, þá er það íta vörunum í kring í gegnum Ísland á vissan hátt eða ríki, hvaða ríki sem það kann að vera, í staðan fyrir þessi ríki geta átt viðskipti beint. Þannig að allar blokkir og svona múrar fríverslunarsamningar geta bæði haft góðar og slæm áhrif. Auðvitað væri best að vera ein veröld, ein þjóð, þetta væri undir stjórn Sameinuðu þjóðanna og það kemur kannski að því eftir einhver 200-300 ár. En hindrar vera í Evrópusambandinu okkur við að versla við Kína eða eitthvað svona? Nei, á engan hátt. Þarna er engar stórbreytingar. Það er áberandi að tollabreytingarnar eru ekki mjög stórar. Það eru sumar á sumum vörum, það mun verða smá breytingar en það er ekki stór breyting á tollabandalaginu. Það sem ég mestar áhyggjur af það er sjávarútvegurinn. Já, við skulum koma inn á hann. Og það er kannski hlutur því að sjávarútvegur á Íslandi er 6% af þjóðarframleiðslu. Þetta var fyrir 10-15 árum, það var þetta meira, þetta var 10 og allt upp um 15% og þeim er lengra sem við förum aftur í tíma, þeim er mikilvægara voru landbúnaður og sjávarútvegur. Í dag er þetta voða lítið af þjóðarframleiðslunni, en enga síður 6%, það er talsvert. Í engu ESB-ríki er sjávarútvegur meira en 1% af þeirra þjóðarframleiðslu og fyrir ESB í heild er þetta ekki nema 4%. Þannig að sjávarútvegur í ESB, þetta er bara eitthvað sem skiptir engu máli. Nú, það sem gerist oft í ESB, þetta verður svolítið félagsmálastefna. Það þarf að sjómenn þurfa að fá vinnu, þeir þurfa að veiða fisk. Fiskifræðingar leggja til hámarkskvóta, framkvæmdastjórnin segir við ráðherraráðið, þetta er hámarkskvótinn, annars eyðileggið fiskistofnana. En það eru stjórnmálamennirnir sem ráða. Sjávarútvegsráðherra ESB og þeir ákveða alltaf hærri kvóta, heldur fiskistofninn þola til langs tíma og árangurinn lætur ekki á sig standa á síðustu 30 árum, þá er fiskistofnar í Evrópu minnka niður í helminga því sem er. Þannig að þessi svona stefna verður tekin upp hér óbreytt, að þá verður fiskistofnarnir rýrna hér líka og þannig að það þarf að vera einhver varnaglu það að það sé ekki ofveiði á fiski. Það verður að halda sig við tillögu fiskifræðingum hámarksveiði. Þetta er ekki bara efnahagsmálefni, þetta er bara náttúruverndarmálefni líka. Hvernig skildum við vera að rústa því sem er á botninum og sjónum? Það er engin munur á því að vera að fella tré
eða skjóta dýr. Þetta er hluti af því að maður getur undrað sig stundum á því að stofnanir eins og Greenpeace skuli ekki hafa sett meiri pressu á Evrópusambandið varðandi fiskveiðistefnuna. Nú Evrópusambandið veit, framkvæmdastjórnin veit, þetta er vandamál, en þetta er alltaf ráðherraráðið sem ákveður og þess vegna finnst mér að Ísland verði lítið ríki ef það verði gengið inn í ESB, að þetta sé einhver varnagli í aðildarsamningi að það verði ekki ofveiði. Nú, svo geta við spurt sig hvað gerist, hverjir munu veiða fiskinn. Nú, hvort það myndi verða erlendra aðilar eða ekki. Venjan er sú innan ESB að þeir sem hafa hefð fyrir að veiða á ákveðnum svæðum, þeir halda áfram að veiða á þessum svæðum. Nú, kringum Ísland, þá er það fyrst og fremst Íslendingar. En hins vegar er ómögulegt fyrir okkur að segja hvernig verður sjávarútvegsstefna ESB árið 2050. Og það er þess vegna sem væri gott að hafa einhverja varnagla við þessu hvernig þetta verður í framtíðinni. Nú það er ekki hægt að segja nákvæmlega hvað semst. Það er mjög ólíklegt að það sé að segja að við viljum ekki vera með í sjávarútvegsstefnunni. Í samningnum Evrópska efnahagssvæðið, það gátum við svolítið valið og tekið. En nú er það Ísland sem sækir ESB, en það er ekki ESB sem sækir aðild að Íslandi. Nú ef menn er einhverjum vafa, þá bara leiða þessum aðildarviðræðum að dragast aðeins á langinn. Það þarf ekki að ganga í ESB á morgun, hvort þetta tekur 2 ár eða 3 ár eða 5 ár. Að segjum að það er sami núna, það er þjóðaratkvæði 2015 kannski, það gengið myntbandalagið eitthvað til 2020, full áhrifur kannski komin árið 2040. Þannig að þetta er langtíma áhrifin sem þarf að hafa í huga, en menn skulle ekki halda göngum í ESB og strax árið eftir séu strax konið gull og grænir skógar. En það er ekkert að fela það eru engin ríki sem hafa farið illa út úr að ganga í ESB. Það eina landið sem hafði hik og það var eins og sjávarútvegsstefna ESB var það var Grænland. Þeir dróðust út. Þetta er hægt í Lissabonsáttmálanum, eins og gert ráð fyrir, ef ríki er eitthvað óánægt. Þá bara þakkar maður saman og bara bless. En þú segir að við verðum að leggja vanda okkur mjög í þessum sjávarútvegssamningum. Sjávarútveginum og aðild með landbúnaðinn. Það þarf að vera aðlögunartími. Hér hafa verið fjárfestingar í öllum mögulegum atriðum í landbúnaði og það þarf að, þótt landbúnaður og sjávarútvegurinn sé ekki samanlagt innan við 10% þjóðarframleiðslunni, þá þarf að vanda til þess. Eitthvað sé gert til þess að fiskistofnum sé ekki rústað og sami landbúnaðurinn þarna þarf að fara í gegn vöru fyrir vöru hvaða styrkir þetta fá út á hverja vöru. Því að landbúnaðarafurðaverð hér á Íslandi sem er framleiddur á Íslandi er mjög hátt og það er ekki líklega það eftir að hækka því að þau flytjum inn olíu, flytjum inn traktora nú þegar það er verðbólgu í þjóðfélaginu þá er það eðlilega kröfur bænda að þeir vilja fá meira fyrir sínar afurðir en á sama tíma þegar þetta flytja þeir inn ódýrara að þá alltaf munum við kaupa það sem verður ódýrast. Þannig að það er mjög líklegt að gera sama sem hefur skeð á mörgum stöðum í Evrópu og reyndar hefur skeð út stóran hluta hins iðnvædda heims að það fækkar í stéttinni og þetta er náttúrulega hluti af iðnvæðingunni. Maður á traktor getur framleitt sama á 100 manns með skóflur. Já, Magnús, þetta er stórt efni og eitthvað sem við verðum að ræða næsta árin en þú ætlar að halda fyrirlestra þetta á Akureyri og víðar? Já, það verður fyrirlestur núna í vikunni Háskólan á Akureyri. Nú á laugardaginn 30. verður fyrirlestur í Háskólanum í Reykjavík, opinn almenningi, allir velkomnir. Það er alltaf fleiri spurningar heldur en það eru svör og sumir vita mikið þetta, aðrir vita ekkert þetta, þannig að það er bara, leggja bara spilin á borðið, þetta snýst og síðan þarf almenningur að ráða, menn fara í gegnum þetta. Nú svo verður ég með fyrirlestur á Bifröst í vikunum þar á eftir, þannig að ef einhverjur hafa áhuga á spurningu þar þegar þá ekki að fara landshlutana á milli. Nú það er þetta nálgast ritgerðir við það sem færi gegnum þetta sjálfur. Hún er skrifuð á ensku eins og reyndar verður að vera með alþjóðlegar doktorsritgerðir. Annarkvort þetta pantana beint frá Amsterdam University Press, frá Háskólaútgáfunni í Amsterdam, eða gegnum Amazon og bóksala stúdenta ætla að hafa nokkur eintök en það hefur gengið svolítið brösulega enda erfitt fyrir bóksala að vera með lager meðan það er að fá hluti gegnum netútgáfu á sama tíma. Takk fyrir að koma í þáttinn, Magnús. Við endum þetta með Jóhannes Birni. Mín var ánægjan.